altri,
Já, góða kvöldið, loksins komum við hljóðinu lag. Smárið ég og tæknimaður og verður í samsannleik. Þess má til gaman að sketa að strákarnir eru í meistaraflokknum karla að spila móti KR akkurat núna. Staðan þar í hálfleik var 17-12 fyrir okkar mönnum. Vel varðið hérna. Skref þetta var hérna. Svo ég renni eldsnögt yfir liðin sem við hefum gert hérna í byrjun að hljóðið ekki vera að þrjóðblokkur. Í liði Valsara í markinu höfum við nr. 12 hana Söru Lóvísu Sófusdóttur og nr. 16 Sólveigu Kötlu Magnúsdóttur. Útileikmenn nr. 4 Kristín Arndís Ólafsdóttir, 5 Vala Magnúsdóttir, 6 Arna Grímsdóttir, 7 Margrét Vignisdóttir, 8 Elín Helga Lárusdóttir, 9 Andrea Agla Ögludóttir, nr. 10 Kolbrún Franklín, nr. 11 Margrét Karin Jónsdóttir, nr. 14 Andrea Rut Eiríksdóttir, nr. 15 Sólveig Höskuldsdóttir, nr. 24 Ragnheiður Edda Þórðardóttir og nr. 26 Alexandra Gylfa Birgisdóttir. Þjálfari Vals er Jakob Lárusson og aðri starfsmenn eru Baldvin Fróði Hauksson og Óskhild Ómarsdóttir. Nú heimamenn nr. 12 Karen Birna Aradóttir, nr. 16 Saga Sif Gísladóttir. Fá Víkingarnir dæmt sitt 4. víti í kvöldi í maður rétt. Ég með töluna rétt í haustum á mér. Nr. 3 er Berglind Berndinsdóttir, nr. 8 Helena Ósk Kristjánsdóttir, nr. 9 Andrea Jakobsen, nr. 13 Kristín Lísa Friðriksdóttir, nr. 14 Díana Kristín Sigmarsdóttir, nr. 15 Fanny Finnsdóttir, nr. 18 Guðrún Jenny Sigurðardóttir, nr. 20 Þóra Helgadóttir, 21 er Ólöf Ásta Arnþórsdóttir, 23 Díana Ágústsdóttir, 25 Þórundur Vala Kjartansdóttir og nr. 30 Ylva Dögg Arntelsdóttir. Nú þjálfari liðsins er það sjálfsögðu Andrés Guðjónsson og með honum eru Jón Brynjar Björnsson, Ásgeir Simonsson og Halldór Halldórsson. Nú þess að þeir sem mætti hér í byrjun voru hér frá upphafi, þá byrjaði Valur yfir. Svo komið fylgstafnir aftur yfir og núna voru Valsarar ná að jafna aftur. Heilt yfir og með jafn leikur. Þess móti gaman að sketa í staðan deildinni eins og stendur eru Fjölnir í 5. sæti með 4 stig og Valur í 8. með ekkert. Með sigri í kvöld
komast geti fjörðastelpur komast upp í fjórðasettið og Valur gæti komist í sjöundasettið fyrir eftir markatölu. Já, ég og Steinn og Yfirgefinn í kvöld vegna skipulagspælinga. Það var meistar og karlar sem fyrir sig að spila á sama tíma og margir farið á þann leik. Þar voru mér allar bókaður Ísland í þessu leiks ákvað að fara þar sem hann leikmaður liðsins. Núna var Díana Kristín að skora sitt 4. mark ef taflan lífur ekki að mér. Markaskorið sem stendur Berglind með 2, Helena með 2, Andrea með 2, Díana með 4 og Guðrún með 2. Þannig að markaskorið hjá Fjölnis sem stendur. Kristín Arndís Ólafsdóttir frá Valur með 7 mörk, Elín Helga með 2 og Ragnheiður Edda með 2. Og Díana bæta við sinni 15 marki. Já, það bara upp í samskeiti. Gullfaldmark hjá Helena. Og ég var að fá uppfærið tölur úr karlaleiknum. Það staðan 2016 fyrir okkar mönnum. Þess móti kann að skilja að Káringar byrjuð þann leik betur og það voru yfir 4-1 eftir 5 mínútur. Vel varið hann á línunni. Og það verður ísókn aftur. Andrea inn á línuna. Aftur verður hann á línunni. Kannski full ótímabært skotið. Þannig glemdi kameramaður minn sér aðeins. Það gerist fyrir vesturmenn að gleyma sér aðeins. Já. Það voru mjög mikið tapaða bolta í þessum leik. Það var ekki séð bæði lið hafa verið að missa boltan af sér. Og eða ég var einfallega bara mist hann í hendunar á aðstæðinu. Það var svona ekki byggt góð tölfræði í boltanýtingu hjá hvoru liðinu. Annar góða. Ekki var það varið í þetta skipti. Það er allt kostur. Spjald. Réttilegt spjald hér á Þórhildi. Það voru rétt númer 30 sekúndur eftir að fyrirleiknum. Næsti inn í hendinguna. Línan dæmt. 25 sekúndur eftir. Fjölin getur komið í fjara marka
mun í hálfleik sem væri vissulega betra heldur en þriggja en þriggja með góð munur samt sem aður. Til Jói upp. Já! Í samskiptin. 5 sek. Mikið Valur. Skot. Áfram framhjá. 16-12. Það eru vist yfirlýstar hálfleikstölu í þessum leik. Ég ætla að taka mér smá pásu hérna og svo bara sé ég ykkur eftir svona 10 mínútur þegar seinni hálfleikurinn byrjar.
Jæja, þá seinni hálfleikurinn hafinn. Valur byrjar. Tilraun þess að ná mörunum niður í 3 mörk. Sigur stíft á. Skot. Ég verður nú að segja, mér finnst vörnum setja puttan í þetta, en dómar segir ringast, það útkast. Ekki sá ég hvað þetta átti að hafa verið. Já. Fótur fyrir. Já, byrja snöfluninn. Stafsnið við hérna. Skipting. Aftur baka. Það sigur á. Höndi komin upp. Innanlínu, innankorn. Þetta má ekki gerast. Þetta var of auðveld sendingan á línuna. Það voru alltaf tilbúinir að vaða út í mannin. Alveg gleymdu að línan stóða beint fyrir átt að þeim. Það var alltaf gengur í. Já, fyrir hótt. Slökksending eða móttaka, menn með að dela. Skot á varið. Það er mikið afl í þessu skoti. Líka snögt. Sjáum við hvað Valsar að gera. Já. Þolinmóður sér Andrés. Sammála þar, í hótt. Nærstingin upp bara. Og skorar nú á nærstingin annars en næst, þannig að mögulegt að hann að reyna að ná að fiska sig í sama. 23-20 staðinn kallamegin, hann fyrir okkur, þannig að vonandi ná þeir að sigla þessu í höfn, þessum sigri. KR-liðið getur verið hættulegt, en svona geta vannmátið það lið. Þessu boltan út af bara. Skrif hefði ég nú verið að fá að sjá dæmt þarna. Fríkast er það. Ja. Þetta er rétt, segir dómarinn. Hvað gerir Valur? Byrja snöflun. Yfir hóðnið. Varið. Frákast. Valur á frákastuðum. Annars skot, aftur varið. Já, þetta þarf að passa að sjá. Boltinn á línunni. Markmaðurinn tekur hann, það er bara lína. Það fyrir ekki að bara láta úti leikmanninn að taka hennar bolta, það sem enginn Valsari var nálægt þess að stjálfunum. Súðin gerir þetta. Ja, sen sjá Val. Ná sér niður í 2. Týra sigur út. Þessir inn. Sigur á. 2 línur, en þá gleyma línuna aftur. En hamrar ekki alveg yfir. Við samþykjum það. Við erum ánægð með það, við grátum það ekki að þetta enda ekki marki. Hann draði yfir nínu. Það var hálfkomin í gegn þarna. Þannig að sækja á. Reipa á seint. Komið skeiðin. Jæja.
Hvernig er Andri? Ég veit ég hérna. Það sér á. Andri er í hodnið. Upp. Vörðin tekur það. Það eru duglegar á varstafnir að sækja út. Já, það verður gaman að ná að lína hann. Sleðumsinn í góðni. Það verður vist ekki neitt sem fast fyrir það. Enn og aftur. Þegar alls aðrar möguleikana taka þetta niður í 3 mörk. Einar sig út. Yfir. Skiptin kemur inn á línu. Sendingi fyrir hann á blakki í horni. Og hornið skorað. Ég verð að segja að mér fannst smá svona krísalikt af þessu. Það er jú spartur á leiknum eins og hvað annað. Ja. Bara ef ég man rétt þá held ég að Fjölnir sem er að skora hann í seinni hálfleik. Þannig að það voru alveg tímabært að gera það. Já, spjaldið. Það er kannski, jú, samanlega þessu, það er kannski full dýrt í 2 mínútur en spjaldið er það. Já. Andri í gegn. Núver. Fyrir undan nokkurs það, sendi fram. Enn aftur náðar ekki boltanum þegar Valsar er að missa hann. Valsar náði sinni í 1. Inn á línu. Lífandan, það er falla. Ja. Rætt á. Já. Þetta er rautt. Þær séu að þær. Þetta séu að þeir voru að tala sína á milli hvort að þetta var í rauðspjaldið eða ekki. Mátt heilum það hvort að það hefur verið rétt eða 2 mínútur nóg. 2 mínútur líklegast nóg og ekki verið að gera þetta viljandi. Við sættum okkur 2 mínúturnar. Já, þá erum að gera nýtt af kaflan. Aftur niður í hornið þarna. Já, þarna kom það. Tók ekki nema 7 næstu í 8 mínútur en þarna kom fyrsta mark Sindralaugs í ókvölinni. Það þarf að fast meira fúti þessi sigur á Host. Spurning hvað Valsar að gera núna einu færi. Svo ekki líkastig. Hóttni leysir. Gott vörn. Valsar með nú að fara þarna í andlitið á sér. Skota gólfinu á mark. Þurfa að vera vakandi. Það er alltaf slæmt að tapa köflum einu fleiri. Það gerir alltaf blíða. En ég vil lítið tækifærið að benda þeim á sem ég hér hlusta á að núna mánudaginn snýr umræðið þáttur handbolta. Ber heitið Fríkastið og er í samstarfi við meðal hans sponsora fyrir einum.
Eru það stór, það hérna skal ég segja ykkur, stór meistararnir Ingvar Örn Ákason og Þorsteinn Haukur Harðarsson sem sjáum þann þátt. Hann verður núna mánudaginn klukkan 9 í beinni á YouTube Rás 5.1 og þeir munu heyra hjá honum Guðjóni Ed Sigurðssyni. Aðeins að ræða dómaramálin svona í ljósi. Já! Já. Þetta hönd upp. Þetta finnst mér mjög furðulegt atvik. Styttir sér leið, hleypur á fótinn á manninum, dæmi ekki neitt, maður getur ekki hoppað upp og setja höndin á liðið. Þegar klárlega, ég hefði allan að vilja fá vítatöru á þetta. Þetta bara stórfurðulegt finnst mér. En já, svo ég kláraði það sem ég var að segja. Þeir í fríkastunni fá þessi heyra í honum Guðjóni og svo heyra þeir í honum Lúþera 5.1 sem fór núna út með með Haukunum út á leiknum þeirra í Noregi í Evrópubikarnum og þeir heyra í honum líka og sjá hvernig fá svona inside scoop eins og maður segir hvernig var að vera með Haukunum hann úti. Þetta verður áhugaverður þáttur og við náttúrulega hrósum öllu sem eykur umfjöllunum handboltann hérna heima. Þannig að gera læka 5.1 á Facebook og fylgjast með þættinum núna mánudaginn á YouTube. Þátturinn verður líka aðgengilegur eftir að honum lýkur, þannig að meitur ekki að. Já, fullfalleg sendingin á línuna. Já, þannig mennir þurfa ekki að stressa sig ef þið náðu ekki að hóla hann í beinni, þá verður alltaf hægt að fylgjast með honum inni eftir á. Þá er ég búinn að sinna mínu auglýsingahlutverki í leiknum í dag, þannig við getum að einbeita okkur núna leiknum. Ég var að fá uppfærið tölur úr Katarleiknum. 49 mínútur búnar. Staðan 22-25 fyrir okkar mönnum. Hvað? Já, en annað furðulega atvikið, ekkert dæmanlegt samkvæmt dómaranum og bolti rúllar og skýtur fram hjá. Þetta er í besta maður. Já, 4 mínútur yfir leikriða. Þess mátti gaman að skeiða að Jón Bergnar Björnsson þjálfari, aðstoðarþjálfari, við erum alltaf með broskall á handabankinu í leikjum til þess að vinna sig á það að vera jákvæður. Spurning hvort að einhverjir aðrir þjálfarar geta tekið það sé það til fyrirmyndar. Skulum ekkert vera að nefna þá þjálfara á nafn, þeir vita alveg hverjir þeir eru. Já, ég gerði þérna heiðriðar þurfundis að reyna að heyra hvað var sagt. Gekk ekki mjög vel hjá mér, ég gerum bara ráð fyrir því að þeir hafa sagt að þið eru frábærar og ég vinnum hennar leik. Ég gerum fastlega ráð fyrir því. En það eru eins og allir vita, fjölverðina bestir. Já, áhverjum eru Varsarðar sækjandi greimt út. Vel ekstu þessu, vel varið.
Seti boltan fram hjá hann. Þetta var vissulega vel leyst úr þessu. Þetta er náttúrulega kallið með þessa vissulega framleikandi varnir. Það eru mjög götóttar, þannig að menn eru nógu sneggir, þá er hægt að hleypa þeir sundur og saman. Það vissulega heppnaðist þarna, en niðurstaðan var varið og framhjá, þannig að en spilið gott eigi síður. Stimplum hérna yfir, þörnum upp. Það ætti bara vaða hérna annað yfir. Já. 2 mínútur hefði ég nú verið að sjá þetta. Aftani og heldur í treyjuna. Þetta finnst mér. Já, þetta er efni í hættulegt atvik. Þessum inn hérna. Já, farin í sig. Erfindinn. Já, víta. Já, greinlegt að einhver hefði mist memma á það að bakgrindingar merkingu skal alltaf fylgja 2 mínútur. Því að það var mér kennt þegar ég lærði dómara hér fórðum. Beinar hendur og vaðandi bakinn á hann. Já, Díana skora hér. Sitt 7. mark. Ég er að hætta að vera dómara hérna í Íglunum. Það hefur ekkert upp á sig. Ekkert, þannig að ég ætla að hætta það núna. Kort er eftir þessum leik. 19:15 í staðan. Valsaræði enda möguleikinn, Lessing kemur inn. Ísíkir á, fríkastæmt, réttilega. Já, Leysir heldur áfram. Meðsækir. Það ekki næstuði búinn að missa hann af þessu hana. Takk er rétt. Þetta var smá takt til minn smekk, en vel gert, einhver síður. Líli sendingur hérna. Næ, og Líli sendingur fram. Skref. Skref út, Vígrip heyrist hér á bekknum. En já, við þurfum að flýta sér rólega. Við erum í betri stöðunni, þannig við þurfum ekkert að vera að drífa okkur að þessu. Sem alveg bara að tekja þetta í rólegheitunum og Seill sem sigri í höfn. Við þurfum ekkert að vera aðeins okkur hérna. Leysir hún inn. Stöngin út. Útilinn hjá Nólu. Klassa vörn. Flott fyrir þannig Díana hérna. Já. 2 línur áfram. Sækir út. Runingur, já. Hárétt. Vel gert með Díana. Já, við erum að taka runinginn, taka fríkastið. Ég skal viðkjanna að mér finnst þetta oft vanta í kvennaboltanum að sækja runninginn. Það er allavega svona mín persónulega reynsla að menn svona einhvern veginn rægir við að sækja hann. Ekki það að maður sjá það ekki oft í karlaboltanum líka að menn steppi því að sækja hann. Það er gaman að hóma hann á sig á flegi ferð. Flautar hann. Ekki viss á hvað. Það gjörðu meira hún að vera búið með skrefin áður hún drillar. Hann dreifir. Næ, ekkert þetta. Góð finta enga síður. Nú, 3 mínútur eftir í kallaleiknum. 24-27 fyrir okkar mönnum. Það er spurning hvort þeir ná að halda því út. Hotdæmt. Það er svolítið rétt. Já.
Sækja Valsari hér á. Kristín, já, Valsmannum hérna tekið um umferð. Hafinn Ólöfu. Díana sækir fríkastið. Leiklið taka Valsararnir. Já, halda vinnunni áfram, segir Andreas. Ánægður með vörðina síðust sóknir, en svona ekki alveg kannski síðust varnarlegt að segja. Og vörðin búin að vera ágætt. Já, ekki byrjar þetta vel hjá Valsarunum hérna eftir leikriða. Stóki skot í tverst núna. Samskiptin bara. Flegur hann bara hérna út af. Það er alltaf gaman að sjá þegar menn svona setja pressur á mann sem er í slæmri stöðu í staðinn fyrir að brjóta á hann. Það er einum og ofta sem að segja menn einfallega bara brjóta þegar það bara er glórulaust að gera. Þú bara gera anstæðinginn greiða með að brjóta á hann. Og þetta er vissulega eitt af þeim tíma sem við hefum einfallega bara gert. Það er að gera þau greiða með að brjóta. Þannig Hændi komin upp. Fríkast. Fjórsendingar þér. Skot, vörðin tekur það. Nú frákastið Valsarana. Svo ekki Valsarana á núna. Já, aðeins svo lengi að sjá línuna hana. Munið ekki miklu. Nótið þess að það gekk ekki upp. Þröngt færi, lína dæmt. Óvarið. Lína upp í stengina. Vítið dæmt. Vel fiska hjá henni Díana Ágúst sinna. En það eru nafnana Díana sem fer á púntinn. Hún skorar. Já, ég hef glemt að setja guðkorinn á hérna. Hún. Men hún er það 8:40 eftir. Fríkast. Eftir skrif hérna. En það eru að klippa út. Inn á línuna. Bara það nú rétt skopparinn í marki. Þetta gerist. Svekkjandi en það gerist. Það er bara að halda haus og
og græja næsta bolt í staðinn. Stífnum. Já! Fann ég bara, ég reynis ekki, ég ætla bara að redda þessu, ég skora bara sjálf. Mann hangað í mér hérna. Helena kemur og stelur boltanum bara hafa, hleypir upp völlin sjálf með mannin bressandi á sig og setur alltaf bara í samskipt. Þetta er bara, þetta verður til í bara hælatjólið fyrir hérna, hælatlisna fyrir leiktíðina sko. Frundalega mark hjá henni hérna. Þessir inn, Talín hjá okkur, alveg dauðafrýmisingin, nei, sendir við hendur á henni. Þetta voru dýr mistök. Leysir inn, frýmisingin alveg dauðafrýr og hún sendir einfallega bara einfallega réttir valsarnum boltan. Mark í bakið, þetta voru dýr mistök. Já! Flott hérna Díóni hérna. Já, löngu sinni spúm í skrefin. Dómarinn eitthvað að spila þar þarna. Aftur ríkast. Vakandi, ekki láta svæfa sig í svona. Já. Flott verð hjá henni. Þetta sem hún var forverðin aðeins betur en hún vann mjög vel út úr þessu. Leifa tvær mínútur hérna. Tvær mínútur fyrir að sækja inn 30 metrana ef hún að taka fríkastið. Ég skulum viðurkenna mér, ég finnst fullgróft að gefa beint 2 mínútur fyrir þetta. Allan að gefa mannum tiltal áður og fyrir að fleia 2 mínútur fyrir þetta. Leikli, tekur fjölnir. Andri ætlar að reyna að setja upp eitthvað system hér í einu fari. Sjáum hvað það verður. Lokatölur Hellamegin 25-29 fyrir okkar mönnum. Þannig þá er Fjölnir komið 2 sigra í kvöld. Karavan vann hér á móti Ármanni áðan í fyrst til kallaði í körfunni. Strákarnir voru að vinna seinlega komið til KR, þannig þá eru bara stelpunnar að fullkomna þrenningunum næstu 5 mínútum. Það væri gaman að sjá heilaga
sigur þrennu hér í dag. Hérna, yfirsvitið. Höndin komin upp. Díana gólunum, beint í fótunum markmannunum. Þvílíkt afl í þessu skoti. Það gerir Vassar. Svo dýnið yfir. Þetta hefði getað farið betur. Markmannskipti hérna. Karin komin í markið, sjáum hvað hann gerir. Jep. Ja, 15 sekúndur eftir að brottvísuninni. Fjölnir sókn. 4 mínútur eftir 5 marka munur. Þetta enn annar tapaði bolti. Þetta er alltaf margir tapaði boltar í þessum leik. Síðan er einhverjum alveg hvort liðið talið þetta er alltaf margir tapaði boltar í þessum leik. Spurning hvort það sé ennþá eitthvað sumarfílingur í mannskapnum. Einhver samskipta mistök hérna. Mjög vel gerði vörn hérna. Nær að planta sér fyrir framan hana. Fer í hendina, stoppar hana frá því að geta farið í skotið. Mjög vel gert. Allt oft sem maður sér menn fara aftan í svona annarkvæmt slasa leikmannin eða hópar einfalda fá bara 2 mínútur eða rautt. En aftur verið hún. Náum ekki frá kastinu. Allir leikmenn þurfa vist að vera fyrir utan í bónhálfinu. Já. Það gerir samanlega. Línuna. Já. Hvað gerir stafnar á það? Segja á hérna línu. Líka dæmt, ok. Beint í samskiptin. Það er full seint svona fyrir framgangur leiksins. Miður þetta ekki að skila Völsunum miklu þessum innan mínútu eftir og 3 marka munur. Nokkuð örugt að segja það að Fjölnir sé búið að vinna þennan leik. Vissulega það möguleiki alltaf möguleiki en 10 mínútur fyrir hann. 30 sekúndur eftir. Ja. 20 upp. Inn á línuna. Víti dæmt. Dómarinn láta hér bara tíman líða út líklegast. Láta verið tíman líða út hérna. Þá er leiknum lokið. Spurningi bara hvað kemur út á þessu víti. Er það varið eða er það mark? Það er mark. 23, 21. Það eru vist lokatölur.
eru slokatölur hér í kvöld. Fýtt sigur. Þá hann Fjölnir 3 sigra í kvöld, eins og ég nefndi á hann. Það er náttúrulega að minna fólk á að fylgjast með fríkastinu núna mánudaginn. Klukkan 8. Nei, klukkan 9 ætla ég að segja. Á YouTube rás 5.1. Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir mig í kvöld og segja bara verið í bless.